Kuðungurinn í innra eyranu hann lítur út eins og kuðungur en í honum eru skynfrumur sem að nema hljóð. Hljóðið, sem er ekkert annað en titringur í lofti, berst inn í eyrun á okkur og inn í hlustina, skellur þar á hljóðhimnunni, fer í gegnum heyrnarbeinin sem þetta hamarsteði og ístað og þaðan inn í kuðunginn. Og heyrnarbeinin þau eru magna upp þennan titring. Í kuðungnum er vökvi og þar inni eru svona plötur og bifhár. Bifhárin eru mislöng og mismunandi í laginu, þannig að mismunandi titringur, sem sagt hljóð af mismunandi tíðni, hreyfir mismunandi bifhár. Og þessar upplýsingar hvaða bifhár er að hreyfast, fara svo með heyrnartauginni til heilans og heilinn raðar þessu saman í eitthvað skiljanlegt hljóð fyrir okkur. Þannig að það er í kuðungnum sem að hljóðið verður að taugaboðum sem fara til heilans.